Manfred Vilhjálmsson, arkitekt hússins, hann kemur hérna alltaf reglulega og hann, frá því að ég byrjaði tók við hérna sem landsbókavörður 2007, þá hefur hann komið einu sinni til tvisvar á hverju einasta ári og kemur bara þess að spjalla um mig svona hvernig líður þið í húsinu og hvernig þetta allt hjá okkur og þetta allt í lagi, og hann svona aðeins að skoða og tékka hvernig þetta allt saman, og mér sýnst hann vera mjög ánægður og enda höfum við svona lagt metnað í það að halda húsinu mjög vel við. Það eiginlega varla hægt að sjá að hér eru þúsundir manns á hverjum einasta degi allt árið um kring. Síðast þegar hann kom, þá einmitt var mjög gott að hann skyldi koma því að við erum búin að vera í stefnumótun varðandi notkun og nýtingu á húsinu. Nú erum við búin að vera hérna í 20 ár og húsið var náttúrulega teiknað miklu fyrr, þannig að það hafa náttúrulega orðið gríðarlega breytingar í rekstrinum á safninu. Öll þessi nýja upplýsingar, ég var einmitt að tala um það við hann og hann sagði bara að húsið var einmitt hugsað þannig að það væri auðvelt að breyta því. Þetta eru svona einingar sem hægt er að taka niður og setja upp með tiltölulega litlum kostnaði, þannig að ef þið viljið breyta þá bara að gera það. Og hann kominn með svona hálfgerðan eins og arftaka eða annan arkitekt sem ég man nú ekki alveg nafnið á, sem kemur til með að svona sinna hans arfleifð. Þannig ef fólk vil breyta eða eitthvað slíkt, þá á maður að hafa samband við þennan yngri arkitekt sem vann eitthvað með hann hérna í húsinu. Hús er stöðugt viðfangsefni og það má segja að það sé svolítið lifandi, og við höfum verið núna undanfarið að þurft að taka upp ýmis kerfi sem voru sett inn í húsið í upphafi. Við getum sagt eins og loftræstikerfi, það eru svona aðgangsstýringar, það eru hitakerfin og bara allt mögulegt, og þetta var byggt á tölvukerfum, eða svona í heildina er þetta kallað hússtjórnarkerfi, það er alveg sérstök tölva sem heldur þetta. Við erum búin að þurfa að endurnýja töluvert af þessu efni núna undanfarið og þurft að setja peninga í það á sama tíma við erum að standa í niðurskurði eftir hrunið. Og sem dæmi þetta þá var það kápan utan á húsinu að það farið að sjá aðeins á henni, hún fann að veðrast svolítið. Það þyrfti að gera eitthvað og við erum búin að vera með tilraunaverkefni með Málingu HF núna í 1-2 ár þar sem verður að skoða einhverja lausnir til þess að reyna að hlífa kápunni, kannski mála yfir eða eitthvað slíkt eða setja eitthvað efni á þetta. Þannig að við þurfum ekki að skipta plöturnar allar eða kápuna. Hér finnst húsið Þjóðarbókhlaðan nýtast vel til sýningahalds. Þetta er svona bjart og rúmgott húsnæði. Bækurnar eru náttúrulega fyrir rúmi, en þetta er svona þægilegt andrúmsloft hérna. Þetta er svona bæði svona léttleikandi og svona ljós efniviður. Man finnst þetta að vera dálítið japanskt svona stundum. Hefur verið útbúið sérstakt sýningakerfi sem gengur hérna í húsinu og virkar ágætlega. Það er oft sem að birtan er að trufla, en þá eru þessar gardínur sem eru fyrir gluggum. Það er hægt að draga þær upp og niður og dempra birtuna sem hjálpa mikið til. Þetta eru rými hérna sem eru svona nokkuð opin, ekki mikið af veggjum, þannig að þetta virkar dálítið svona frjálst og óheft húsnæði. Alltaf þægilegt sem íverstaður út frá birtunni.